Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að tala aðeins listasumar hér á Akureyri sem stendur, sem hæst. Verið velkomin, bæði tvö. Takk fyrir það. Segðu okkur aðeins frá listasumri. Hvað listasumar og hvað búið að vera að gerast? Listasumar umgjörð fyrir lista- og menningarviðburði hér á Akureyri í 6-7 vikur. Hófst í sumar, miðjan júlí og lýkur á Akureyrarvöku núna 27. Það sem við höfum verið að gera, það voru listakonur sem skreyttu gilið með skrímslum, sem hefur verið mjög svona furðulegt að segja það, að skrímsli séu aðlaðandi, en fólk stoppar við í gilinu og það er svona meiri umferð í rauninni í gilinu en hefur verið út af þessum skrímslum, svona attraktív skrímslum. Maður séð aldrei margar selfie með skrímslum. Er það ekki? Jú. Það sem við höfum verið að gera, við höfum verið með meðal annars listasmiðjur fyrir börn og unglinga og fullorðið fólk. Það var raftónlistasmiðja í byrjun sumars. Það er endurvinnslusmiðja. Nei, það er ritlistasmiðja. Þetta er raftónlistamaðurinn sem er með puttan á púlsinum. Það var editerarið alveg hérna. Takk. Ekki máli. Það var ritlist sem var fyrir alla aldurshóp. Og raftónlistin, við endum á raftónlist. Já, og þú ert herra raftónlist. Já, hægt að segja það. Ég sem sagt, núna 18. til 20. þá verðum við með smiðju. Byrja hérna á fyrirlestri á 50. 18. Svo vorum við með námskeið, það er bara fyrir alla byrjendur, þeir sem hafa áhuga á að bara sjá hvað raftónlistin hefur upp að bjóða. Og hvað skilgreinur sem raftónlist? Það er rauninni bara, það getur verið hvað sem er, sko. Já. Það er nefnilega, það er svona fegurðin við raftónlistina, þú getur gert allt. Þú ert bara, þú veist, í forritið sem ég kann á er Ableton Live, sem er líkast til svona vinsælasta forritið. Og þar bara ertu með hljóðfæri, þú bara ert hljómsveitin öll. Þú ert trommaleikarinn, þú ert gítarleikarinn, þú ert allt. Þú ert eiginlega tónlistarstjórinn bara. Já, og þú bara getur gert bara það tónlist sem þér langar til. Þannig að það er rauninni bara, raftónlist getur rauninni verið hvað sem er. Já, það er bara svo það sé skýrt. Þetta er ekkert endilega sérstök tónlistarstefna, heldur þetta snýst að nýta tæknina til þess að skapa tónlist en ekki hljóðfærin. Einmitt, þetta sko, raftónlist þarf ekkert alltaf að vera eins og þannig að sumir hugsana þú veist að þetta er bara sama bítið aftur og aftur í 3 mínútur og þú veist kannski en þessi, það er ekki bara svoleiðis. Nei, alls ekki sko. og jafnvel í tónlist sem er ekki bara pjúra raftónlist þá er í öllu tónlist í dag þá er eitthvað svona úr þeim geira að nota sko. Já, það er verið að hafa, sumir eru með playback, sumir eru með auka hljóðfæri með hljómsveit og svo höfum við að tekja eftir því að ég er nú búin að vera kynnir á nokkrum tónlistarviðburðum og það koma hljómsveitir stundum með öllum pakkanum en svo eru líka alveg helmingurinn sem kemur þarf bara plögg fyrir tölvur vegna þess að þeir eru, það er þeirra, ég man örugglega Úlfur og fleiri, þú veist, þeir eru bara og svo var hann skemmtilegur ungur drengur, Birkir Blær að taka svona loopstation Svo mjög skemmtilegt. Sem var alveg ótrúlega áhugavert. Að maður upplifði sig orðin alveg 100 ára þegar það bara, já, þið þurfið ekkert að koma með gítar og svona, þið kom bara með tölvuna. Þetta er svolítið, á tækifærin líka til þess að vera að skapa einn í staðinn að líka þó það sé hægt síðan að færa það yfir í hljómsveit þegar það er búið að til dæmis semja tónlistina ef að fólk veit það ekki. Jú, alveg klárlega. Þetta er nefnilega frekar magnað sko. Þegar ég kom mér inn í þetta þá bara, þú veist, frelsið sem maður upplifar við það að vera bara eins og segir tónlistarstjórinn sjálfur og þú bara ræður alveg 100% hvað þú ætlar að gera og hvað þú vilt gera. Það bara, það er alveg frekar magnað sko. Og geta verið þess vegna bara einn inn í herbergi einhvers staðar bara með einhverja hugmynd í kollinum og láta það kannski spinna svolítið áfram og þar skiptir náttúrulega svolítið miklu máli að þekkja þá einmitt tækin og forritin, þú kannski byrjar ekki alveg strax að bara gera hlutina. Sko það sem mér fannst svolítið erfitt þegar ég reyndi að byrja í þessu, það er að ég downloadaði bara einhverju demói á einhverju forriti og ég bara fór á netið og reyndi að gera þetta sjálfur. Og sko það hefur virkað fyrir fullt af fólki að bara
fara á YouTube og skoða myndbönd en það þannig rosalega mikið af góðu efni á netinu til þess að læra. Það virkaði ekki alveg fyrir mig. Ég var ekki alveg kominn inn í þetta, þannig að ég skráði mig sem sagt í námskeið í hljóðheimum sem stúdíó í Reykjavík og fór þar bara í námskeið í raftónlist. Þar svona, þú veist, leið og ég var kominn með byrjunina. Þú veist, ég hugsa að ég hefði alveg getað tekið bara fyrstu 3 vikunar eða bara, þú veist, bara fyrstu nokkru tímana og síðan bara byrjaði að læra sjálfur. Þannig að það var líka rosalega fínt að halda áfram námskeiðinu, sko. En fyrir mér var... Það fékkstu ákveðið frelsi bara? Já, fyrir mér var stökkpallurinn á að læra bara byrjunina. Hún var rosalega mikilvæg, sko. Þetta svolítið svona eins og eldamennskan, að kunna á hrærivélina, kunna á eldavélina, kunna að kveikja á þessu öllu og svo getur þú farið að skapa matinn svolítið út frá þegar þú kannt á græðunar. Þetta bara mjög góð líking. Takk fyrir. Það einmitt, það það sem ég að vonast til að gera með þessu námskeið, það sem ég verið með. Við erum með fyrirlesturinn hérna á 50 þar sem ég segi bara svona í lauslega bara frá mismunandi fordunum og hvernig maður gerir raftónlist. Það rauninni bara opið fyrir hverjum sem og það má koma eins margir og við komum fyrir. Það verður í sal myndlistafélagsins og það aldur velkomin, það ekki? Jú, þetta er ekkert eitthvað þeir sem hafa áhuga á að kynna sér og læra af reynslu hans og svona. Og svo sem sagt verðum við námskeiði daginn eftir. Við ætlum að hafa 10 manns svona tops svo ég hafi nú stjórn á þessu. En þar einmitt, þú veist, langar mig svona til þess að kenna fólki bara byrjunina, hvernig þú getur byrjað. Nákvæmlega, hvernig þú kemur þér af stað. Og ég vil vonandi að fólk fari út úr þessu námskeiði og þá viti þá hvert að fara til þess að halda áfram. Nákvæmlega. Og að því ég held að það verður náttúrulega bara 1 dagur. Ég verð ekki með, ég get ekki boðið upp á sama námskeið og ég var með í hljóðheimum, sko, en ég hugsa að þetta verður góður stökkpallur sem fólk getur byrjað á. Og kannski kveikja á. Það held ég, þú veist, hvað hægt. Pælingin með svona smiðjuvinnu, að fólk fari heim með eitthvað og bara, ég get alveg og geta svona lokum, hvar skráir maður sig, þú veist, geta allir þetta, þarf það að vera geðveikt góður á tölvur eða, þú veist, yfirburða námsmaður eða eitthvað til þess að geta gert þetta? Einmitt, sko, ég hef aldrei verið, sko, eitthvað sérstaklega, þú veist, ég kann á fullt á mismunandi hljóðfærum en það hefur bara tekið tíma að læra það. Ég hef aldrei eitthvað bara skotið, sko. Mér skilst samt Öddi að þú kunnir að spila ansi mörg hljóðfæri og sért mjög fljótur að pikka það upp. Orðið á götunni, félagi. Orðið á götunni, sko. Já. En það sko bara með þetta, þá þú veist, rauninni þarftu bara að byrja, sko. Þú veist, leið að þú byrjar þá bara getur þú lært það ekkert mál, sko. Þetta er alls ekkert fyrir einhverja sérfræðinga, sko. Nei. Og Svo skráðu bara hjá listasumri. Já. Og við erum með heimasíðuna listasumar.is og það er listasumar@listak.is er e-mail adressan og svona. Og þetta er í sal myndlistafélagsins í næstu viku, 18. og 19. og svo endar smiðjan á tónleikum í Hlöðinni, Litlagarði. Og sem er náttúrulega bara dásamlegur staður. Já, það verður svona raftónlistar event, viðburður með ungum upprennandi raftónlista. Mér finnst það mjög spennandi. Ég hvet fólk til þess að nýta sér þetta tækifæri til þess að halda sig áfram. Nú eða bara ákveða þetta sé alltof mikið vesen. En að þú veist, mæta og aðeins kynna sér þetta, þannig að þetta getur opnað stóran heima og dyr. Já, einmitt. Og þetta er nefnilega ekkert eitthvað sem að ég hef séð mikið í boði hérna að sérstaklega á Akureyri. Já. Þannig að sérstaklega ef það er einhverjir hérna sem hafa ekkert komist kannski í bæinn suður. Nákvæmlega. Þannig að kíkja á þetta. Endilega, minnst það frábært framtak. Ofsalega er ég ánægð með þetta og þetta er svona dæmi listasumar er risastór hátíð yfir langan tíma og eitt alveg frábært dæmi það sem við verið að gera. Þetta hlýtur að skipta miklu máli fyrir bæinn að þetta er listabær. Bara helgina, það eru 2 sýningar, það er 2 sýningum að ljúka. Það eru tónleikar í kvöld að Agent Fresco og Græna hattinum. Það eru tónleikar, mjög áhugavert band sem er í Litlu Hlöðinni, Litlagarði. Já. Það eru kólumbískir strákar að koma í bæinn
og á sunnudagskvöldinu og svo að opna myndlistarsýning, mér skilst þú ætlar að hitta hana Já, eftir, hún er bara að bíða eftir að við klárum þetta. Já, eins gott að dýra sig. Og þú veist... Endalaust. Já, endalaust. Og endalaust á risastóri Akureyrarvöku. Akkurát, það verður stuð. Það verður svo gott veður líka. Já, þeir eru búin að ákveða það. Já, bara ákveða það. Langtíma spáin lífur ekki. Yndislegt að fá okkur og bara ég hvet fólk eindreiði til þess að kynna sér viðburði listasumars og þeir sem hafa áhuga á því að kynna sér raftónlist, endilega skráðu ykkur. Þetta er frábært tækifæri en við höldum áfram eftir augnablikið í fyrsta stæðinu.